Byggingafyrirtækið Tréverk á Dalvík eitt af elstu fyrirtækjum sinnar tegundar á Norðurlandi. Tréverk var stofnað árið 1962 af 5 einstaklingum í Dalvíkurbyggð með það að markmiði að sinna smíðum, bæði viðhaldi og nýbyggingum á svæðinu. Mikill stöðugleiki hefur einkennt reksturinn frá upphafi og hafa einungis 3 menn gegnt stöðu framkvæmdastjóra og þá hefur fyrirtækið alla tíð verið rekið á sömu kennitölunni. Við settumst niður með Birni Friðþjófssyni framkvæmdastjóra Tréverks og fengum að fræðast aðeins sögu og starfsemi fyrirtækisins. Þróun hjá okkur hefur verið svona hægt og bítandi upp á við í starfsmannafjölda. Þarna í kringum 1990 þegar ég að taka við þá eru hérna 10 til 12 starfsmenn og svo hefur þetta verið svona smá saman að stækka og í dag eru hjá okkur 30 starfsmenn. Og við erum mjög hefnir með starfsfólk og það sami kjarninn sem búinn að vera hjá okkur í mörg ár og gjarnan hafa margir lært smíðarnar hjá okkur og eru að störfum hjá okkur ennþá. Já. Og hvað nefnir náttúrulega mikill stöðugleiki? Stofnað 1962 og alltaf á sömu kennitölunni, það nú ekki öll fyrirtæki í þessum bransa sem að státa af því. Hvað skiptir máli í því? Hvernig fer maður að því að halda svona miklu stöðugleika? Ég held að þetta sé svona bara að sníða sér svolítið stakkætti vexti í verkefnunum. Það í góðærið mjög auðvelt að missa sig og fara í miklar fjárfestingar. Við höfum svona reynt að sníða þær bara að þeim verkefnum sem í gangi hverju sinni og ekki vera að taka miklar áhættur í að kaupa upp lönd til þess að fara að byggja eða hvað eina sem hægt að menn hafi verið að gera. Efnahagshrunið 2008 náttúrulega kannski svona, það sem næst okkur í því, miklar sveiflur náttúrulega í tengslum við það. Komið þið sæmilega út úr því? Já, við vorum það heppnir þegar þetta hrun varð að við vorum með verk í gangi. Við vorum að byggja háskólann á Akureyri sem var gríðarlega stórt verkefni og við vorum að byggja menningarhúsi hér á Dalvík og í báðum þeim tilfellum var ákveðið að halda áfram með þau verkefni og það var náttúrulega undirstaðan að verkefnum okkar fyrstu árin eftir hrunið og það hjálpaði okkur í gegnum þann tíma. Þannig að við urðum ekki að fara að segja fólki nema í mjög lítið. Þetta lítur að hafa haft þetta einhver áhrif bara eins og á alla? Já, þetta hafði það að svona varð minna eftirspurn eftir iðnaðarmönnum og þetta gerðist að einhverju fór úr greininni. Það var svona bæði frá okkur á litið og annar staðar en sem betur fer var kjarninn eftir hjá okkur og við höfðum verkefni fyrir kjarnar. Talandi eftirspurn eftir iðnaðarmönnum, hvernig hefur gengið að fá menntað fólk til ykkar í vinnu? Við höfum verið heppnir með það. Við erum með mikið af menntuðum iðnaðarmönnum og höfum bara náð að halda því og jú, það örugglega vöntun á iðnaðarmönnum núna en ekki hjá okkur eins og við erum bara vel settir. Talsverður uppgangur hefur verið í efnahagslífinu á Íslandi síðustu misseri sem hefur ekki síst áhrif á fyrirtæki í byggingariðnaði. Að sögn Björns verkefnastaðan nokkuð góð þessar mundir. Stærsta verkefni okkar núna verið að byggja 3 16 íbúða hús við Drottningarbraut á Akureyri fyrir Furuvelli 7 EHF og það verkefni sem verður í gangi næstu 2 árin og svo erum við að sinna svona smærri verkefnum hér á Dalvík samhliða og erum svo að undirbúa bygginga á litlum íbúðum sem við stefnum á að fara á stað með í vor á Dalvík. Þið hafið verið í dálítið stóra verkefnum svona síðustu árin, getur nefnt dæmi? Já, við höfum verið með nokkuð stór verkefni og stærsta verkefni á síðustu árum var bygging á hótelinu á Deplum í Fljótum sem við sáum og lukum við núna í sumar og sem komið í fulla rekstur núna. Nú fyrir 3 árum byggðum við skóla á Siglufirði, nýbúnir að skila á okkur og að henda 17 íbúða blokk á Akureyri sem við byggðum út í okkar eigin reikning. Þetta svona helsta nýjasta en síðan eins og við nefndum áðan byggðum við menningarhúsið hér á Dalvík, íþróttamiðstöðina hér á Dalvík og undan vorum við í háskólanum á Akureyri, byggðum við Hlíð, Elliheimili Hlíð á Akureyri. En þið sáuð alveg með svo til dæmis menningarhúsið hérna, stórt og mikið hús og þið sáuð það bara frá? Já, við sáum það frá upphafi til enda og héldum utan um það og sama má náttúrulega segja eins og með háskólann á Akureyri, íþróttamiðstöðina.
Við sáum þetta bara frá upphafi til enda. Já. Hvernig að vera hérna á Dalvík? Hvernig svona rekstur umhverfi finnst þér hér? Ég held að vera staðsettur hérna á Dalvík sé náttúrulega hluti af því að starfsmannaveltan ekki mikil hjá okkur. Og þeir sem eru á annað borð komnir hingað, þeir eru sennilega búin að taka ákvörðun það að hér ætla að búa. Og það hjálpar okkur, þannig að ég held að það sé bara alls ekki verra að vera í svona litlu samfélagum. Auðvitað njótum við þess að það stutt til Akureyrar og þá getum við sótt verkefni þangað líka. Já. Þannig að verkefnin ykkar eru alls ekki náttúrulega bundin við Dalvík þó þið séu staðsettir hér? Nei, alls ekki. Eins og ég búinn að koma inn á þá erum við mikið á Akureyri og við vorum á Siglufirði tíma og vorum í Fljótunum, þannig að við sækjum þau bara þar sem þau eru í búðirinnar. Sveitunum hérna í kring líka, það eru verkefni þar í gangi alltaf. Þannig að það ekki óhugsandi að reka svona fyrirtæki á sömu kennitölunni í 60 ár eða svo? Nei, ég held ekki, sérstaklega ef maður hefur svona stóran markað að sækja í þá þegar það vantar verkefni eins og á Akureyri og okkur hefur gengið vel að fóta okkur þar, þannig að þetta er hægt.